og skólafólk gleymir sér stundum að, þú veist, það vill og lítur stundum á það að skólinn sé fyrst og fremst vinnustæður kennara. Já. En skólinn á að vera vinnustæður fjölbreytts hóps. Og ég myndi í þessari grein sem þú nefnir, þá hann Sigríðar að þá talar hún að og ég veit það vel að því að við í Arnarskóla höfum verið að veita ráðgjöf inn í hennar skóla. Já. Hún nefnir það hvert erum við komið sem samfélag ef að það þurfa að vera atferlisfræðingur í hverjum skóla. Og raun og veru lít ég á það þannig að bara björtum augum. Það er frábært ef að það er atferlisfræðingur í hverjum skóla. Því ég veit að í skólum eru til dæmis börn sem koma frá stríðshrjáðum löndum úr flóttamenn sem hafa upplifað sprengjur. Þú veist bara alvöru lífshættu og mikill kvíði tengdur því. Og það var lent í því að bara upplifa það að vera inn í byggingu sem sprengtu upp hefur áhrif á til dæmis ef þú ert í matsalum, mikill hávaði, það getur kallað fram mjög sterk tilfinningaviðbrögð og mist stjórn á skapið þínu sem þú úrraðist á starfsmann. Það versta fyrir svona barn er að það sé rekið úr skóla, því sé hafnað af samfélaginu og það er rekið úr skóla og sendið eitthvað annað. Og, ég veit að það eru börn sem kom frá heimilum sem að eru brotin. Það sem jafnvel annað foreldri hefur yfirgefið fjölskylduna, hafnað barninu. Það er hræðilegt fyrir svona börn að vera rekið úr skóla og sendið í einhvern annan skóla fyrir börn sem eigi í vanda. Það er frábært meðal annars í Hörðuvallaskóla það sem að okkur hefur tekist að með sum börn að koma til móts við þarfir þeirra á staðnum og þeim var ekki hafnað þrátt fyrir erfiða hegðun. Þeim hefur verið tekið og komið til móts við þau og þeim líður svo miklu betur nú eftir. Og þetta er svo miklu farsælla fyrir barnið að fá að vera í sínum skóla heldur en að vera að senda eitthvað annað. Þannig að en þetta er flókið, þetta er kallar á flókna samvinnu milli kennara og þroskaþjálfa og iðjuþjálfa og atferlisfræðings en þegar vel tekst til þá erum við með miklu betri skóla og sem kemur þá miklu betur til móts við þarfir þessara krakka sem að þurfa á þess að halda. Náttúrulega komum með líka eins og segir, maður hugsar kannski í þessu samengi þá hefur maður kannski ekki beint hugsað flóttabörnin og ég sá mitt viðtal við stúlku daginn, hún misti mömmu sína, pappa sinn og bróðu sinn í sprengju og hún misti fótinn, þú veist, og hún er hér á landi í skóla. Þú veist, er einhver það er alltaf verið að tala að taka vel á móti þessu fólki og ég hef oft hugsað bara, eru þau að fá sálfræðihjálp? Af því að þú veist, við lendum í bara kannski pínu litlu brota þessu og það er, þú veist, tekið á því, en þú veist, þarna erum við að tala einhverju svona áföll sem að enginn þekkir á Íslandi. Þú veist, hvernig að missa alla fjölskylduna sína og útlim og eiga svo bara að halda áfram og ég hjó eftir að hún var spurð í viðtalinu hvort hún myndi einhvern tímann jafna sig. Hún sagði, ég held ég mun aldrei jafna mig. Þú veist, en ég þarf bara að lifa með þessu. Ég hef oft hugsað bara, þú veist, að því að nú veit ég það að sálfræðitími kostar 25.000 kall eða eitthvað. Þú veist, eru þessi krakkar, veistu það? Eru þau að fá einhverja hjálp? Þau eru alveg örugglega að fá og fólk er alveg ég þekki það bara ekki alveg nægilega vel en þau eru alveg örugglega að fá einhvers konar aðstoð en mér finnst mjög ólíklegt að þau sé að fá alla þá aðstoð sem þau þyrftu á að halda. En í mörgum skólum er verið að koma mjög vel til móts við þau. Það sem að og það hefur tekist mjög vel til sumstaðar að koma til móts við þau og hjálpa þeim og oft tíðum með þessa krakka sem að eru í þessari stöðu hafa mist
fólk sér nákomið og eða þá koma frá svona brotnu baklandi þar sem að annað, bæði foreldrar eru bara farnir. Já. Þá getur skólinn gjörbreytt aðstæður. Það að það sé einn einstaklingu sem barnið getur tengst, einhver einn fasti sem hann getur treyst, getur breytt öllu. Það getur verið húsvörðurinn eða það getur verið kokkurinn í skólanum eða kennarinn eða stuðningsfulltrúinn eða eitthvað þess áttar. Það getur breytt lífi barna ef það er einn fullorðinn einstaklingu sem barnið getur treyst á. Já.